hingað kominn Reynir Axelsson, dósent í stærðfræði og rökfræði. Þú hefur fengist mikið við rökfræði líka og skrifað kennslubækur, það ekki, rökfræði? Ekkert sem hefur komið út. Ég hef skrifað fyrirlestra svona. Já, sem hefur notað, já. Því að þetta sem við erum að fara að fjalla hún tengist náttúrulega rökfræði. Við ætlum að fjalla dóm Hæstaréttar, þar sem hann ógilti kosninguna til stjórnlagaþingsins. Og þú hefur skrifað greinargerð sem má finna á netinu því að hún fékkst nú ekki birt í blöðum af einhverjum ástæðum þessa ákvörðun sem að þú telur að sé röng í öllum meginatriðum. Og við verðum svona að fara, þetta náttúrulega ekki alveg einfalt mál, en við kannski förum aðeins í gegnum þetta hvaða rök þú færi fyrir því að þetta sé ekki rétt niðurstaða í Hæstarétti. Já, ég fer nú eiginlega í gegnum allar röksemdir Hæstaréttar í þessum síðasta kafla ákvörðunarinnar, þar sem í raun og veru ákvörðun Hæstaréttar stendur, sem ekki mjög langur kafli. Nei. Og fer í gegnum allar röksemdir og ég held mér hafi tekist að sýna fram á að þar séu rangar. Einfallega. Já. Hann nefnir 6 annmarka á kosningunum, þar á 2 verulega annmarka. Og ef við tökum verulegu annmarkana svona til að byrja með vegna þess að það myndi taka okkur að minnsta kosti klukkutíma eða meira að fara í gegnum allar þessar röksemdir. Já. Þá það að atkvæði séu rekjanleg. Kjörstaðir séu rekjanlegir. Það einfaldlega rangt. Já. Það ekki bara mitt álit, það held ég álit allra fræðimanna sem ég hef haft spurnir af að hafi álit á þessu. Já. Ég hef ekki vitað neinu sem hefur aðra skoðun. Þetta byggist á þrennu. Já. Hjá Hæstarétti. Hann segir að algengt sé að séu ferðir listar yfir kjósendur í réttri röð. Já. Í kjördeildum. Já. Öðru lagi þá eru merkingar á seðlum, kjörseðlum. Já. Þeir eru tölusettir með strikamerki sem í raun og veru bara að tala í ákveðnu ritættir sem vélar geta lesið. Nákvæmlega. Og talan líka prentuð með venjulega letri með strikamerkjunum. Já. Og síðan segir hann að það sé að kjörseðlun hafi merktir með númerum í samfelldri töluröð. Já. Sem á að gefa væntanlega kjördeildarmönnum sem eru hljóta þá að vera í samsæri einhverju. Já. Kosta á að reikna út númer á kjörseðlum kjósenda. Já. Og af því dregur hann það ályktun að kosningin sé ekki leynileg. Hann telur sem þetta kjörseðlarnir séu að þessi strikamerking og þessi tölumerking valdi því að kosningin sé ekki leynileg vegna þess að einhverjir sem koma að kosningunni geti farið að sortera þetta og fundið út hver atkvæði hvernig. Það virðist vera, já. Nú, í fyrsta lagi þá sýnar hann aldrei fram á að þessi listar hafi verið skrifaðir. Nei. Í þessum kosningum. Þetta alkunni að þeir hafi oft verið færðir. Það alkunni að þeir hafi oft verið færðir? Segir hann, já. Hann bendir eiginlega ekki á neitt ákveðið tilvík. Og hann bendir ekki á að það hafi verið gert í þessum kosningum, heldur í einhverjum ótilteknum kosningum einhver tíma. En það ekki vitað að en hann bendir ekki neina sérstaka kosningu? Hann bendir eftir neina sérstaka kosningu. Núna á síðustu dögum hafa menn komið fram ýmsir menn sem hafa mikla reynslu af
kosningaframkvæmd og hafa lýst því yfir að þeir kannast ekki við að þetta hafi nokkuð tíma verið gert. Nei. Nú, í öðru lagi, þá segir hann ekki hvað kemur svo. Nei. Þó að þessi listar séu til, hvað var að gera við á? Hvernig hægt að rekja atkvæðin þótt þú hafir þessa lista? Þá verður þú einhvern veginn líka að komast í kjörseðlana. Já, á seinni stigum. Á seinni stigum, Já. til að finna kjörseðlun. Það eina sem að Hæstiréttur gefur í skyn að kosningin hefði átt að vera opin. Það annað sem hann svo annar annmarki sem hann tiltekur að hún var ekki opin. Já, já. Og að það hefði þá verið hægt að fara inn og hvað þá að segja, róta í 83.000 kjörseðlum til þess að vita hvort eitthvað af þeim númerum hafi verið á listanum sem að þú ert með í höndunum. Já. Það gefur náttúrulega augalega þar eftir vinnandi vegur. Nei. Þú yrður að gera ráð fyrir samsæri einhvers sem sér talninguna og einhverja kjördeildar manna. Einhverja sem situr í kjördeild í segjum Breiðholtinu og hann þarf að koma síðan í atkvæðin og fara að róta þar til já. Nú það held ég alveg fullkomlega ljóst að þessi listar ekki til. Nei. Og hafa aldrei verið færðir. Hæstiréttur hefur ekki sýnt fram á það. Þar með að þetta gjörsamlega útilokað að kjörseðlarnir séu ritanlegir. Já. Nú þar bendi ég á það. Þóttir væru listarnir væru til og kjörseðlarnir væru ritanlegir. Þá engin ástæða fyrir Hæstirétt að dæma kosningun ólöglega þess vegna því að hann getur einfaldlega mælt svo fyrir að númerin séu máð af kjörseðlunum aftur. Þannig að sé ekki hægt að reyta kjörseðlana saman. Já, að þessi annmarki sé bara lagaður. Þessi annmarki sé einfaldlega lagaður. Já. Því að hann hefur ekki sýnt fram á að þetta hafi verið gert. Já. Núna. Já. Það væri hugsanlega hægt að gera það í framtíðinni, kæmu þessi listar eitthvað stærri ljós sem verður náttúrulega aldrei. En þannig sem þetta verið að sýna fram á ógilda kosningu á þeim forsendum að svindlið, að það sé væri hugsanlega hægt að svindla, en það hefur ekki átt sér stað svindl, en þú ert beinlega að segja að þetta svindl sé nánast óframkvæmanlegt. Það eiginlega óframkvæmanlegt, já. Nú það má segja það, þetta sé svona hliðstætt við það að Hæstiréttur dæmi lög ógild á þeim forsendum að sé hugsanlega hægt að brjóta þau. Þá mætti ógilda flest lög á Íslandi. Aha. Nú, það eru til miklu einfaldari aðferðir til þess að svindla á kosningum heldur en þetta. Já. Menn hafa bent á það að það er hægt að einkenna kjörseðla í alþingiskosningum einfaldlega með því að umræða mönnum neðst á listanum. Já. Það er hægt að senda milljónir mismunandi skilaboða með kjörseðla eins og til dæmis ég Jón Jónsson, þú skuldar mér upphæðina sem þú lofaði mér að greiða mér fyrir að kjósa þig. Það er mjög einfalt að senda svona skilaboð á kjörseðli til alþingiskosninga með samkomulagi við einhvern frambjóðanda þannig að kjörseðlinn verði alveg löglegur vegna þess að þetta er bara útstríkanir annarkvort eða umræðanir kjörseðla. En hitt, svo er það, þarna sjáum við, þarna er þetta sem þú fjallar þessari reykjanleika atkvæðana, en svo er það framgang kosningana sjálfra og þar erum við komin í kjörklefana og það að menn kjörkassana og þessar kröfur að brjóta saman kjörseðla. Já, það náttúrulega margt þetta það að segja en ég held að það sé einfaldast að segja að Hæstiréttur kemur næst í að hafa rétt fyrir sér þegar hann talar kjörklefana. Já. Það ekki hægt að ganga inn í kjörklefana og ganga út úr þeim aftur. Nei. En það stendur í lögunum að það skulle fara eftir
lögum kosningar til Alþingis eftir því sem við á. Og fara eftir lögum kosningar til Alþingis eftir því sem við á. Eftir því sem við á. Já, þetta stendur í lögunum stjórnlaga þessar kosningar. Hæstiréttur vitnar í þessa málsgrein í ákvörðun sinni. Svona. Í fyrstu málsgrein 11. greinarlaga númer 90/2010 tekið fram að kjördeildir kjörstaði og framkvæmd atkvæðagreiðslunnar fari að öðru leyti en því sem sérstaklega felst í ákvæðum laga samkvæmt lögum kosningar til Alþingis. Punktur. Það sleppir þessum orðum eftir því sem við á. Já, hann sleppir. Hann sleppir þeim með þessari tilvitnun. Hann vitnar ekki rétt í lögin. Nei. Ég tel að hann þurfa að sýna fram á að þetta hafi átt við. Já. Einkum og sér í lagi vegna þess að kjörklefar þessu tagi tíðkast víð lönd og hafa ekki verið gerðar neinar athugasemdir við það á þeim stöðum. Já. Eins sem með kjörkassana, samskonar kjörkassar tíðkast víð lönd og það hægt að færa góður rök fyrir því að það hafi þurft að hafa kjörkassana eins og þeir eru vegna atkvæðasalana. Já. En það voru plastkjörkasslar sem eru innsiglaðir í staðinn fyrir trékassar sem eru læstir. Rétt. Já. Og en kjörklefarnir sko þeir eru þá ekki nógu góðir vegna þess að fólk á að þá að hafa geta kíkt á hjá hinum eða hvað. Það segir Hæstiréttur raunar að það sé hafa verið hægt að sjá á kjörseðil kjósanda með standa fyrir aftanan. Já. Það að segja kjörseðilinu hér, þú stendur fyrir aftan og þú átt að lesa á kjörseðilinu í gegnum mig vantarlega. Já. Hann gerir enga tilraun til að sýna fram á hvernig hægt að týta á kjörseðilinu, hvað þarf að gera til að týta á kjörseðilinu. Eins og nú Hæstiréttur hefur ákveðna sönnunarskyldu, rannsóknarskyldu í svona máli sem hann einfaldlega vanrættir þarna. Það sýnir alls ekki fram á að það hafi verið hægt að sjá í kjörseðilina. Já. Nú, annað, það eru tvö síðustu atriðin og þar var annar verulegi annmarkinn, það var talningin. Já, sem þetta umboðsmenn, talning fyrir opnum dyrum og umboðsmenn skildi ekki vera þar viðstaddir. Já, það umboðsmenn ekki viðstaddir, já, Hæstiréttur segir, það verulegur annmarki á framkvæmdu talningu, atkvæðu kosningu til stjórnlagaþings að landkjörstjórn skildi ekki skipa sérstaka fulltrúa frambjóðanda til að vera viðstaddar talninguna. Já. Svo sem skylt var samkvæmt annarri málsgrein 98. greinarlaga Alþingiskosningar. Nú þannig maður náttúrulega alltaf deilum hvort þetta ákvæði Alþingiskosninga í hér við. En ég ákvað nú að fara ekki í saumana þessum atriðum tveimur. Nei. Vegna þess að ég tel að Hæstiréttur hafi ekki getað tekið þau til athugunar þegar hann er ógilda kosningu vegna þess að Hæstiréttur getur einfaldlega látið endurtelja atkvæðin. Já, hann hefði bara getað brugðist við þessari kæru með því að láta endurtelja. Endurtelja, láta umboðsmenn vera viðstadda. Já. Og ég sé þetta að hann hafi borið skylda til þess vegna þess að einn af kærendunum hann fór beinir fram á endurtalningu. Já, þannig að rétturinn gengur bara lengra en kæran hljóðar til. Þannig að Hæstiréttur hefði átt að taka afstöðu til þess hvort það ætti endurtelja atkvæði. En hann minnist ekki einu orð á endurtalningu í þessum niðurstöðum. Þannig að þetta getur ekki orðið til þess að ógilda kosningu. En þess að niðurstaðin er að það standi bara ekki steinn yfir steini í þessum úrskurði Hæstaréttar. Já. Það að segja, ég tel mig hafa nokkurn veginn hretið öll þessi atriði. Alla þessa annmarka sem hann telur vera á framkvæmd kosninganna. Þar auðvitað tel ég að það sem hann er að reyna að sýna fram á hafi alls ekki verið annmarki á framkvæmd kosninganna.
heldur einfaldlega atriði sem hefðu hugsanlega getað valdið annmörkum á framkvæmd kosningana ef einhvers konar samsari hefðu verið fyrir hendi. Já. Og til þess að sanna annmarka á framkvæmd kosningana þá þarf hann að sýna að sé annmarki á framkvæmd kosningana eins og hún var í raun og veru. Og það er alveg fullkomlega vitað að það voru endir annmarkar á kosningunni. Það fór ekkert úrskeiðis. Ekkert af þessum atriðum. Það er ekki hægt að sýna neitt af þessum atriðum hafi raun og veru gerst í kosningunni sjálfri. Nú, Hæstiréttur vitnar ekki í ákvæðum kosningar til Alþingis. Það sem sagt er að það megi úrskurða kosningu þingmanns ógilda ef gallarnir á kosningunni séu þannig að ætla að má að hafi haft áhrif á úrslit kosningarinnar. Já. Með öðrum orðum, það var að sýna að ekki bara að galla sig fyrir hendi, heldur að ætla með að þeir hafa haft áhrif á úrslitin. Þetta er í lögum alþingiskosningar. Þetta er í lögum alþingiskosningar. Að vísu er þetta í kafla að Alþingi sjálft úrskurði lögmæti kosningar, þannig að það á ekki beinlínis við þessar kosningar. Nei. En þetta er ákvæði sem að Hæstiréttur hefur nú sagt sem maður átt að líta á. En er Hæstiréttur þó að grípa fram í lýðræðislega kosningar með óviðeigandi hætti? Ég held að það sé alveg fullkomlega ljóst að hver er tilgangur svona laga? Tilgangur svona laga er að það geti farið eðlilega fram. Án þess að yfirvöld grípi inn í kosningarnar. Til dæmis með einhvers konar svindli í framkvæmd, talningu og svo framvegis. Nú fór kosningin fullkomlega eðlilega fram. Það var yfirvald sem greip inn í kosningarnar til að útgilda þær. Það var Hæstiréttur. Hann gerði það sem hann átti að vernda okkur fyrir. Það er einu annmarkinn á kosningunni. Það er einu annmarkinn á kosningunni. Það er hægt að sjá greinið þín á netinu, ég meðal annars birt hann á vefsíðu minni og hann geta farið þá nánaður í saumana á röksemdafærsluðinni. Já, ég held að það sé mjög hollt að líta á það, því að ég gat nú ekki minnst nema á örfá þeim fjölmörgu atriðum sem hægt að gera athugasemdir við þessar undarlegu ákvörðun. Eins og ég segi, þá ertu dósent í stærðfræði og það er kannski þess vegna sem að maður hlustar aðeins meira á þig en ef þú væri bara eitthvað maður út í bæ, því að þú ert vanur að fást við rök. Það er mikill hluti af vinnu minni felst í því að finna rökvillur í textum. Já. Þakka þér fyrir komin í þáttinn, Reynir. Við fáum hér Stefán Arnórsson, prófessor í jarðefnafræði, rétt á eftir.